Þó svo veggir á milli kven- og karlstarfa séu smám saman að lækka, blessunarlega, þá telst það ennþá tíðindum sæta þegar að nokkrar konur vinna saman á bílaverkstæði. Þetta er einmitt staðan sem er uppi á bílaverkstæði Hölds á Akureyri þessar myndir. Við ræddum við einn af þessum nýju starfsmönnum og spurðum hana fyrst hvað hefði kveikt áhuga hennar á bifvélavirkjun. Ég var alltaf langað til að gera þetta og svona þegar ég byrjaði í menntaskólanum en þegar ég var búin með 2 ár þar þá sá ég bara, þetta var bara það sem ég langaði til að gera. Pabbi er bifvélavirki og bróðir minn er vélvirki þannig að þetta er svona svolítið í fjölskyldunni. Fannstu fyrir pressu að fara frekar í bóknám heldur en iðnnám? Já, mjög miklu og það var kannski engin hamingja heima þegar ég byrjaði að ákvað þetta að fara í VFM að læra. En þau eru sátt með þetta núna. Já, af hverju heldur að sé þessi hugmynd iðnnám? Bara lítið á konum í þessu. Það bara þarf að opna þetta aðeins. Þetta er ekki bara karlafag. Hefurðu fundið fyrir einhverjum fordómum sem kvenbifvélavirki? Smá. Það er svona, ég átti mjög erfitt með að komast á samning svona fyrst. Ég labbaði flest fyrirtæki bílaverkstæði á Akureyri og fékk bara já á einu stað. Og þá bara í pröfu í smástund og svo komst ég á samning þar og kláraði námið. Og það voru bekkjabræðinir áttu auðveldar með að komast á samning þá? Já, mér fannst það svona að heyra svona út frá mér. En það er náttúrulega ekkert allir í bifvélavirkjunni í dag sko, að vinna við þetta. Hvað eru þið margar konundar sem vinni hérna? Við erum 4, allavega á bílaverkstæðinu. Svo er þetta í afgreiðslunni á bílaleigunni til dæmis og eitthvað á skrifstofunni. Í hverju felst starfið sem bifvélavirki? Þetta er rosalega fjölbreytt. Það er bæði tölvuvinna og svo bara skrúa, skipta varahluti og finna hvað er að. Tölvuvinna? Já, það er tölvulestur og finna út hvað er að, af hverju bílinn virkar ekki eins og hann á að gera. Þetta er orðið rosalega mikið þannig í dag. Bara eins og þegar það kemur eitthvað ljós í mælaborðinu þá þurfum við yfirleitt að stinga honum við tölvu og sjá yfir hverju hann er að kvarta og þaðan svo förum við í það að leita í viðgerðarbókum hvað gæti verið að. Þannig að starfið hefur breyst mikið frá því sem það var? Já, rosalega. En þessi þróun, hann má reikna með því að hann haldi áfram. Já. Þurfa bifvélavirkjar ekki stöðugt að vera í endurmenntun? Jú, það er reglulega mikið fyrir sunnan námskeið. Svo er Höldur mjög duglegir með að koma með námskeið hingað norður. Svo hjólastillinámskeið og bara tölvunámskeið. Það er svo rosalega hröð þróun og svo er það þannig að þegar þú kemst inn í ákveðna tegund þá þarftu að vera að fara suður og sækja námskeið í nýju bílunum. Ákveðna bílategund þá? Já, eins og hérna eru rosalega margar tegundir af bílum og það eru nokkrir sem fara suður í endurmenntun reglulega. En segðu mér aðeins frá þessu verkstæði. Þetta hlýtur að vera eitthvað flottasta verkstæði landsins. Þetta er rosalega flott. Það er náttúrulega, það eru rosalega kröfur frá framleiðendum eins og til dæmis Benz og Audi það að það eru ákveðna flísar á gólfinu hérna og þetta þarf að vera ákveðið flott. Og við fáum ekki þjónusta þessar tegundir til dæmis. Það koma menn hérna eða frá Þýskalandi og taka út verkstæði. Og ef þetta bara stenst ekki í hörðustu kröfur þá er þetta ekki, þá fáum við ekki að vera með þetta. Hvað er það skemmtilegasta við að vinna sem bifvélavirki? Þetta er mjög margþætt svona. Mér finnst mjög gaman í bílanaleitinni. Í bílanaleitinni? Já, tímar skiptið hefur mjög skemmtileg. En svona, það er rosalega erfitt að benda bara á eitt. En starfsumhverfið, nú er þetta svo lítill kalla heimur. Já, þeir eru rosalega góðir við mig. Eru þið kannski bara komnar í meirihluta hérna, stelpurnar? Nei. En maður veit aldrei hvað gerist. Maður heyrir alltaf einn og einni sem er að koma í þetta, í námið. Já. Þessi fordómar á iðnmenntun. Já. Hvað hefur þú að segja iðnmenntun? Í rauninni, hvað vilt þú segja við fólk sem er tvístígandi hvort það er að fara í bóknám eða iðnnám? Iðnnámið er náttúrulega rosalega góður grunnur í að
ef þú hefur áhuga á einhverju sérstöku, til dæmis bara rafmagni eða bílum eða vélum yfir höfuð, þá er rosalega gott að byrja þar af því það er alltaf hægt að fara svo áfram í háskóla ef þú vilt bæta eitthvað við þig. Eða eins og ég tók stúdentinn, bifvélavirkjann og svo fyrsta stigið í vélstjórninni saman. Þannig að sko, ég er náttúrulega gjaldgengin í alla háskóla út af stúdentinum og þannig að ég get alveg aðeins bætt við mig ef ég vil sko. En ég held að sé rosalega mikið hugsað það að þetta er kannski ekki hálaunastörf, þessi típísku iðnstörf. En vonandi breytist það bara. Já. Það er svona. Hvernig sérðu framtíðina? Hvað ætlar að gera í framtíðinni? Bara sjá til, gera þetta meðan þetta er gaman og svo bara, það er alltaf hægt að bæta eitthvað við sig. En eins og þá er ég ekkert að fara að hætta.